gera hann svo. Það vantar að stóð þarna Jónas sér við honum. Já, vel gert, hann var alveg hann og geta að vinna yngasti bara þarna, færa liðið hans ofar. Kristinn heldur hér áfram. Og með skotið, þetta er nú Já. auðvelt fyrir Harald. Já, ágætis Það til. var vel staðsettur. Og svo sem enginn inn í hann að gefa á. Það var ekki galið. Og 10 mínútur hér eftir að fyrra leik. Og þetta er aukaspyrna eða hvað? Nei. Staðan 0-0. Já. En 2-1 í rauðum spjöldum fyrir Val. Já. Hlynur. Jón Gunnar. Já. Bolti. Leysur þessu. Já. Tökum við því að Arnar Sveinn Geirsson er ekki í leikmannahópi Vals í kvöld. Nei, hann er hér einn í stúkunni. Já. Hann er vinsælt hér á þessu föstudagskvöldi. Það var Almar. Hvað ætlar hann að gera hér? Með utanánhlaup frá Jóni Orra. Nú voru komið boltaninn á tegin en fyrirgefin frekar slök. Já, auðvelt að ráða við hana. Valsmenn lenda hér í vandræðum aftur og Almar en stígur á boltanum. Þetta er Fannar Haugblöður. Kristján og Jón Orri framarar að sækja hér. Krafti, Kristinn. Setti hvernig fyrir og Guðmundur Magnússon. Það var ágætis sókn. Já, fín sókn hjá fram og vantaði bara smá kraft í skoti á Guðmundi. Já. Haukur Páll fylgdi honum eftir þarna. Það er erfitt fyrir Valsmenn hér einu færi. Þessi er oflangur. Framarar hér að taka völdin. Já, enda 10 gegn 9. Já, Kristján. Kristján Hauksson og Hann var farin að stjórna spilinu hérna. Jú, bara djúpum miðum maður. Já, hann fær hann bara aftur. Já. Villir í boltanum. Jón Gunnar. Arnar. Arnar á Guðmund. Hlynur. Valsmenn hér þéttir. Já. Það var maður að gera því rétta. Þeir verða bara að vera þolinmóðir. Já. Hlynur Atli. Yfir á Jón Orra. Sendir hann á Almar. Hvað gerir Almar hér? Og vinnur hornspyrnu. Já, hornspyrna. Já. Spurning hvort við fáum fyrsta marki hér. 38 mínútur liðnar og staðan er það 0-0. Já, Arnar. Og Bírsundur að koma með þennan inn á tegin. Arnar. En Haukur Páll hamrar þetta í burtu. Og Daði. Þessi kemur líklega aftur inn á tegin. Nei. Skelvileg spilni á Daða. En vinnur hann aftur. Arnar. Það er ekki Andri Fannar sem er í honum þarna, já. En Arnar, þeir ná ekki boltan af honum svo auðvitað. Og þessi sending eins og er mjög léleg hjá Guðmundi en Almar reddar þessu Valsmenn hér aftarlega á vellinum. Það var að sækja fram. Já, Hlynur Atli. Já. Mattías. Og hann tekur hér á rás en Kristján stöðvar hann. Kristján, hann er nú horfið bara hérna í svona 20 mínútur eða svo. Við vorum að fá það fréttir að hérna hljóðið það var að koma inn. Þannig að þeir sem eru búin að horfa á leikinn að það er komið 3 rauð spjöld í leikinn. Já. Við erum bara búin að tala sjálf okkur. Já. Það er ágætt. Mér finnst þetta mjög gaman sko. Þetta er þetta oft. Já, það er... Biðjumst afsökunar þessu en
Valsmenn er búin að missa 2 leikmenn út af og það er Guðjón Pétur Lýðsson og Rúnar Sigurjónsson. Já, Rúnar Sigurjónsson sem kom inn á fyrir Atla Svein Þórarinsson og rekinn út af eftir 20 til 30 sekúndur. Já. Þetta er mjög athyglisvert. Þetta Og var ansi Halldór frábært. Hermann Jónsson var rekinn út af hjá, þetta er rangstæða, en Halldór Hermann var rekinn út af hjá Fram. Og fyrir ykkur sem er að horfa þá rennum við kannski byrjunarliðin bara aftur í byrjun seinni hálfleiks. Já, og þetta var semst þannig að Það er liðin sem eru inn á. Halldór Hermann og Guðjón Pétur voru báðir reknir út af samtímis eftir einhvern atgang þarna sem við sáum ekki alveg hvað gerðist. En kannski sjá og örugglega einhverju betur en við. Já, hann áfram með leikinn. Og svo var það Rúnar sem var rekinn út af Biðjumst afsökunar á stuttu þessu. seinna. Og framara hér Kristinn. Er- Hátspyrna lítur að Já, vera. já. Þetta er hotspinna. Það eru 5 mínútur hér eftir að fyrri hálfleik. Og framarar Rúnar er að knýja fram fyrsta mark leiksins. Og sjáum hvort þeim takist það hér. Já, Kristján og þetta er hættulegt. Og fjæru! Og það Beint var á Harald. Guðmundur Magnússon sinna þarna skallanum. Já, Haraldur sá við þessu. Haraldur kastar á mann í pressu. Já, Það er ekkert við boltan að gera þarna, Stefán. vandraði þarna Vals. Já, svolítið athyglisvert kast hjá Haraldi. Það sem að báðir miðverðinni voru bara lausir. Framar er búinn að vera hér mikið sterkari undanfarnar mínútur. Og minnum að það enn og aftur. Þeir eru einum fleiri 10 gegn 9. Já. Hörku bara til þessu. Jónas. Þetta er Jónas Þór Næs. Færingur inn knái. Hér er hann á miklum spretti. En já, vinnur innkastið. Það eru 2 færingar í liði Vals í dag. Jónas Þór Næs og Kristján Móritsen. Já. Og hér er hann einmitt. Jónas búinn að vera mjög sprækur. Já, og missir í boltarundar og Guðmundur Magnússon. Vel gert hjá Guðmundi. Nú hefur Arnar og þeir hafa mikið pláss hérna. Við erum að sjá hvað Arnar ætlar að gera. Jón Orri á sprettinum. Almar. Já, Jón Gunnar. Gunnar og Daði hérna vinstra megin, byrja nú í hærbækurunum. Já, Komið vinstra megin núna. þetta er nýtt triks. Alveg glænýtt. Skipta á bakvörðin. Já, þetta er riðlar leik Valsmann á mínum mandi. Já, þeir eru nú eiginlega að spila bara hérna sem kantmenn. Svo Já. mikið eru framar að segja hér að Arnar og Kristín í Já, gíl! þetta er framhjá. Ég Já, held hérna. að væri svona Já, það leit einhvern stundasökið veginn þannig út að var á leiðin inn. Kristján Hauks var kominn hérna. Já, En hér er skipting á framurum við nú við. og það er einhver meiðsli í gangi, greinilega. Þetta er Andri Júlíusson sem er að koma inn á. Já, nýr leikmaður hjá Fram. Andri Júlíusson og það er Guðmundur Magnússon sem er að fara út af. Og hann hefur kannski orðið fyrir einhverju njaski hérna áðan þegar að hérna Rúnar braut á honum og var ekki út af. Já, Það er Andri Júl. Guðmundur út af og Andri Júlíusson inn á. Já. Og ef það komst ekki til skila á þann að þá var Atli Sveinn, hann fekk eitthvað aftan í læri og var tekinn út af. Bara svona fyrir Valsmenn sem að er að velta því fyrir sér. Já, Haukur Páll hann komin í miðvörðin með Halldóri. Og það er nóg að gera á þeim því framarar hafa verið að sækja hér. Já, Fram að reyna að nýta breytina núna vel af því að Valsmenn loka hjartanu. Við erum eitt tegi á. En svo á að gera hefur maður að lið eru fleira. einum fleira. Og Stefán fer hérna fram úr Jóni Orra en Jón Orri er ekki búinn að gefast upp. Og Stefán fær hann eða aftur og nú kemur hann með hann fyrir, það er á hreinu. Og Mattías Viljáms, nei, Guðmundsson að sjálfsögðu. Hann reynir að tá hann hérna, hann í varnamann. Já, þetta má ekki alveg. Andri tapar hann klaufalega. Já, klaufalegt Andri. Andra. Hans Andri Fannar. Og hann ætlar að fara sjálfur bara. Gegn Sigurhjörtur dæmir Það var aukaspunni. nú ekkert að þetta, Nei. það var alveg á hreinu. Já, Sigurhjörtur með athyglisverða dómgæslu Já, já, segjum ekki meira. Sigurhjörtur Snorrason. Dæmi bara hver fyrir sig.
þetta er kunnuleg staða, en engin Guðjón Pétur. Nei, það er búið að reka hann út af. Já. Það er Kristján sem ætlar að spila. Kristján, er þetta einhver aukaspyrnu hérna síðan í? Hann er örfættur. Já, spurning hvort það dugi. Já. Kristján Moritsen. Já, það duga stundum. Sjáum hvað hann gerir hérna. Það er engin vaf á því, hann ætlar að spyrna hér. Og fín spyrna! Mundur vel. Þetta var bara allt í lagi. Já. Það var ekkert af þessu. Verulega vel varið. Það er bara, það dugaði bara næstu því að vera Já, örfættur. þetta var flott spyrna hjá Kristján. Og munaði minnstum færi inn. Færingurinn. Já, minnir á sig hérna. Fættur árið 1988. Jú. Og næsarinn, hann er 86. Já. Næs spilari. Hann Verulega með strákur og það er alveg hreinu. Hér er Almar. Já. En nú koma framarar aftur. Almar og Vilhelm ekki besti varnarmaður og Almar lappa fram hjá honum og fyrir Arnar. Og hvað endar þetta? Já, Haraldi. Já. Fín sókn fram og þeir eru að gera þetta ágætlega þessa stundina að nota breytina. Ná góðum tökum á leiknum og valsmenn og hér. Þegar það er svæðið. Þarna hoppaði nú, býtum við, hoppaði Kristinn Ingi fyrir Harald og gult spjald. Þetta er bara hárrétt rétt. Já, hann á ekkert að vera að þvælast þarna fyrir. Hann bara koma sér í burtu. Það er alveg saman hvort hann á að koma við hann eða ekki. Hann á ekkert að vera að hoppa fyrir markmann. Nei. Þetta var hárrétt hjá Sigur Hirti. Jú, og Jón Vilhelm og hún fyrir að styttast í hálfleikinn hjá okkur og hendi á Hlín Atla. Valsmenn fá hér sennilega eitt tækifæri til að gera eitthvað. Já, það getur rosalega margir inn í bóksinu. Já, Dóri er að skottast inn á teg. Hann splæsir eitt upplöp. Já. Spurning hvort að ná að finna hann hérna Jón Vilhelm og það er enginn í vegg heldur að fram. Það er 3 gegn 5 hérna. Nei, þetta er hátt. Siglir út af og Sigurhjörtur. Jú, hann fer að flauta af. Það hlýtur að vera. Það þarf að komast að klefa anda aðeins. Það er búið mikið að gera hjá honum. Kallinum. Já, hann fyrir við í kaffi. 3 rauð spjöld á loft en ekkert mark. Þau koma þá bara í seinni hálfleik. Mörkin. Já. Hlynur. Hér flautar Sigurhjörtur Snorrason til leikhlés. Já, staðan er 0-0. Þetta er mikinn baráttuleik og já, er nokkuð meira um þetta að bæta? 3 rauð. Nei, ég held að við séum búin að segja það alveg. Já. Þið ættu að vera búin að ná skila og við duttum hérna inn seint, vantaði hljóðið. Já, við dettum í kaffi. Komið í lag og við fyrir í auglýsingar. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ískápar. Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1.
Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélkinnir Unknown. I was in a coma. Martin Harris doesn't exist. It's not safe for you. Why didn't you run? Liam Neeson mættur í mynd sem gagnrýnendur hafa sagt að sé frábær blanda af Bourne-myndunum og Taken. Ekki missa þessari frábæru spennumynd með naglanum Liam Neeson í aðalhlutverki. Unknown. Frumsýnd 18. mars. Tryggðu þér miða á sambio.is. Við sjáum svo dæmi það að augnablikið breytir stundarstað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. En meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Jú, komið sæl. Eða sælir áhörundi góðir. Herðu, það er skiptingar hjá Frömmurum. 2. Já. Og það er Arnar Gunnlaugsson og Jón Orri Ólafsson sem er að fara á velli. Í þeirra stað er Tómas Leifsson, nr. 24 og nr. 19 Orri Gunnarsson. Þeir eru að koma inn á. Kannski við rennum yfir liðið. Já. Og hérna í marki framstendur Ögmundur Kristinsson. Og svo er nr. 19 Orri Gunnarsson, 4 Kristján Hauksson, 14 Hlynur Atli Magnússon, 7 Daði Guðmundsson, 8 Jón Gunnar Eysteinsson, 24 Tómas Leifsson, 16 Andri Júlíusson, 11 Almar Ormarsson, nr. 5 Kristinn Ingi Halldórsson. Og lið Vals. Það sýnist nú ekki vera neina breytingar á því. Ekki Þeir eru bara 9. Já, ekki eins og er. Já. Skal rennum við það. Já. Haraldur Björnsson í markinu og nú 3 Jónas Þór Næs, 4 Halldór Kristinn Halldórsson og svo var Atli Sveinn Þórarinsson sem byrjaði og hann er farin út af og inn á kom Rúnar Már Sigurjónsson og hann var rekinn út af. En svo höldum áfram Stefán er í vinstri bakvarðarstöðunni. Stefán Jón Eggertsson. Jú. Haukur Páll Sigursson, hann er komin yfir miðvörinn. Og Jón Vilhelm Ákason, Mattías Guðmundsson, Kristján Moritsen og Andri Fannar Stefánsson. Já. Þá er það afgreitt. Spurning hvað Þorvaldur gerir, hvort hann ætli bara að fara í 3 manna vörn. Eða hvort að Orri komi hérna inn í bakverðin fyrir Jón Orra. Já, þetta kemur allt saman ljós og þá eru dómararnir mættir. Verið í sviðsljósinni hér í fyrri hálfleik. 3 rauð spjöld var á loft. Guðjón Pétur Lýðsson og Halldór Hermann Jónsson voru reknir út af á sama tíma hér. Og síðan stuttu seinna Rúnar Már Sigurjónsson. Jú. Það var nýkominn inn á sem varamaður. Þá er allt klárt. Orri Gunnars er að koma inn á miðjuna og Almar bara í bakvörðinn. Já, hann er svona bakvörður kantmaður. Já. Hann ætla ekki að nýta breiddina og hafa Almar hann úti. Já. Það er þá líklega mjög sóknarsinnaður bakvörður. Já. Hann er að spila framar á vellinum. Hér er hann með boltan. Tómas kominn á líklega hér á kantinn. Leifsson. Það var bara í fremstu vílinu. Hér er það Kristján Moritsen. Og Valsmenn með óbreytt lið. Já, frá því liðið sem endaði fyrri hálfleik. Já. Það verður þá þessir 9 sem að luku leikja þeim. Almar kemur boltan út af. Já. Skýtur niður hér börurnar. Halldór Kristinn. Haukur. Jónas Tór. Já, hvað ætlar hann að gera hér? Reynir að, nei, gengur ekki upp. Það vinnur boltan aftur. Vel gert hjá Jónasi. Þeir eru 3 gegn 3 hérna. Já, hér getur allt gert. Hvað gerir Jónas? Og hann með fyrirgjöfin, hún var svolítið há. Þetta var allt of fast líka. Já, átti Jónas ekki bara að skjóta á markið? Jú. Hann kom í fínt færi. Hann hafði möguleikan á því að skjóta markið við að leggja hann. Já, bara. Hann átti aldrei að lyfta hann. Leggja hann þarna fyrir Mattías en hann var að reyna eitthvað allt annað. Það gekk engan veginn. En góð sprettur hjá hann samt. Vann boltan hann aftur. Og kom sér í góða stöðu. Baráttu glaða leikmaður, Jónas, en Kristinn Ingi, hann er eldsnöggur, við veitum það. Á móti Stefáni Jóhanni og Stefán ræður við þetta. Gerir vel. Mér er Stefán búinn að eiga fína leiki liðið Vals. Já. Hann var duglegur að koma í völlinn og kannski vant að fín pussa fyrir gerðunar en hann er búinn að berjast fyrir sínu. Orri og Kristján Hauks. Jón Gunnar lætur boltan fara. Daði.
Svona fámennt en góðmentin á vellinu. Já, Arnar Gunnlaugsson fór út af hálfleik. Búinn að vera flottur í liði fram. Það er búinn að vera mikið í boltan. Já. Henni fyrir hálfleik. En Almar. Kristinn hérna með honum en Almar fyrir sjálfur. Nær hann að koma þessu fyrir og Haukur Páll vinnur skallan. Daði, hvað ætlar hann að gera? Inn á teginn og Halldór Kristinn. Hlynur Framar að halda áfram að sækja eins og gerði í lok fyrirháleiks. Þeir eru að vera rólegir bara og brjóta þetta hægt og rólega. Það er nú gaman að fá markinu að leikja. Já, hann þarf á því að halda. Það er alveg sama hvorum megin. Já. Athyglisvert væri ef Valur myndi skora. Hvað Framar myndi gera. Bara halda áfram að sækja örugglega. Já, en spurning hvort það myndi ekki byrja að sækja þess að meiri krafti. Hér er Tómas Leifsson. Kemur bolta fyrir og Halldór Kristinn kemur hann í horn. Já. Framar að þurfa að gera þetta aðeins hraðar á mínum að. Já, svolítið hægt. Já. Mætti halda stundum að það væri að reyna að svæfa Valsarn. Hér er Sigurhjörtur eitthvað. Það er fundur. Hvað? Það var nú ekki. Ætlaði að þarf hann að taka þetta aftur. Halldór. Spilnaði ekki nógu góð. Nei, Mattías, hann er brotið á honum hér og hér þar að spjöld á loft og hver er það sem fær það? Orri Gunnars. Já, Orri Gunnarsson. Já. Stimplað sín með spjaldi, varamennir hér. Þetta nú soldið hart spjald. Já. Mér finnst það. Þetta er bara lítið. Það þarf ekki mikið til að fá spjaldir í dag. Nei, hann var nú samt að stöðva þarna upp hlaupin. Geti ákjósað hlaupa, 1-6. Jæja, ok. Það er ekki mitt að dæmi um þetta. Nei. Sigurhjörtur. Þetta er allt á hreinu. Já, ok. Já, hann er með það. Já, mátti alveg spjalda þetta. Búinn að gefa 3 rauð eins og við komið hér á margóftað. Jú. Og Valsmenn Mattías. Það er bara spurning hver er næstur bara þessu áframhaldi. Já, það geta alveg fókið hér fleiri út af. Nóg eftir að þessum leik, Mattías Guðmundsson. Gunnar Eysteinsson. Mattías er duglegur. Já. Vantar aðstoð þarna Mattías. Það er bara enginn með hann. Nei. Valsmenn verður þetta að vera varkári en þeir eru með að samt alveg koma með honum þarna. Gerir þetta ekki einn. Mættu splæsi einn félagi viðbót. Og þetta er... Nei. Andri Júlíusson, þetta var ágætist til þér. Haraldur var þarna bara... Já, allt til að reyna þetta. Já. Haraldur var kominn svona á stað í, á móti sendingunni, stungusendingunni. Já. Sem Valsvörðin stoppaði og fór beint á Andra Júl og þetta var ekkert svo galið, allavega. Nei, hann reyndi en framhjá Þórða. Og Jón. Það er vel gert í honum. Kristján lítill brottur í sjónfleik Valsmanna þessa stundina. Almar og Valsmenn vinna þó hér aftur. Stefán. Já, vel gert í honum en sendingin hundur nú við. Daði. Og Kristinn, hann er fljótur og stingur hér Haukbál af. Eða hvað, jú. Hvað gerir hann núna? Kristinn Ingi. Frá skjóta og hvað gerist? Langt framhjá. Kristinn á að gera þetta sjálfur þarna. Var þetta ekki sending? Spurning hvort hann var að reyna viðbúin við að senda fyrir. Líklega var þetta ekki sending eða hvað. En ef þetta var að reyna að vippa yfir þá var þetta alveg afleitt ágætt. Sennilega ekki, en þetta var langt framhjá. Þannig að klára þetta bara innan. Já. Drengurinn. Bara þannig. Gerði allt vel. Frábær sprettur. Já, ég var búinn að losa sig Haukarna en vantaði að klára þetta. Það hefði vantað, hann fekk gott færi Kristinn í fyrra áleik líka en þá varði Haraldur frá honum. Alveg rétt. Og þá er það Kristján og fær aukaspyrnu. Vítur nú við. Sigurhjörtur spjallari Almar. Spurningum að splæsa bara inn í spjaldi á hann. Nei. Þorvaldur, ég veit ekki hvað hann ætlar að segja núna. Tómas Leifsson.
Tómas. Og hann hér býtum við það fyrir engin í hann eða eitthvað. Tómas. Þetta Ásta. Þetta hárrétt. Klaufalegt hjá Kristni. Hann átti að vera löngu búinn að ákveða að taka eitthvað hlaup. Hann gerði ekki neitt. Hugði ekki að sér hann. Nei. Og klaufalegt hjá honum. Hann geta boðið upp á fínt hlaup hann. Og no pláss. Allir að leiðin í Tómas. Þetta fannst mér klaufalegt. Já, það er líf og fjör í þessu núna. Haraldur með slakaspinnu, Andri Júlíusson tekur við honum. Haukur á andra fannar. Og spurning hvort að Valsmenn fyrir ekki að gera einhverja breytingar á sínu liði. Svona, það er erfitt að vera einum færri og leikmenn verða þreytir. Jú, það verða þreytir á elda. Já. Og hann svo sem er fína menn á bekknum. Hann getur splæst í Hödda Sveins og Guðmund Steinn Hafsteinsson og fleiri. Sigurbjörn Hreiðarsson. Þórir Guðjónsson. Hann verður að spila svolítið líka. Fiti Morína og fleiri. Það er ekki margir fleiri. Nei, það er bara Ásgeir, varamarkmaður. Nú ætla að setja hann inn á. Nei, við hugsa ekki í dag. En þá var það Framarar á ný. Jón Gunnar Eysteinsson. Á Daða. Orri Gunnarsson. Þetta var aldrei líklegt. Nei. Framarar hafa líka nokkra ása á bekknum. Ívar Björnsson og Hjálmar Þórarsson. Einhverju sem nefndir. Jú. Það getur heldur betur hent heiminn á. Já, þeir eru sóknarmenn og það kæmi mér nú ekki óvart ef að annarkvort þeirra myndi koma inn á fyrir Kristinn Inga fljótlega. Það er engin eiginlegur senter inn á framherjum. Það eru Kristinn og Tómas væng framherjar eins og má segja. Já, Þorvaldur veðjar á hraðanina. Já, og báðir ösku fljótir. Ég er að Mattias heldur nú í Kristján, þetta er rétt. Og Jón Gunnar. Þið er ekkert að kvarta við þessu. Nei. Ég múið sért bara allir að fá spjald. Já, Daði. Þetta er hárrétt. Já. 55 mínútur liðnar hér. Valsmenn. Og Framarar hér að eigast við. Já. Og enn ekki komið mark. Valsmenn reyna hér að sækja en þetta leysa Framarar auðvitað. Já, enda no pláss. Almar nú finnur hann hér Kristinn og hann tilbaka og Jón. Flottur bolti á Jóni Gunnari hérna á Almar. Og Almar fer fram hjá Halldóri en ekki fram hjá Stefáni. Mér finnst Framararnir líka með mjög fáa frammi. Já. Þrátt fyrir að einu fleiri. Þetta er svona einhæfar sóknir í báðar áttir. Já. Hugsa mark hérna myndi opna allar flóðgáttir. Það er ekki ólíklegt. Og Andri á að losa boltan. Fín tækling hjá Halldóri. Andri Júlíusson kom frá Skagamönnum. Kristján er greinilega á fítbolti á Almar og nú er Kristinn með honum hérna. Einhverju sendir hann ekki á hann. Þetta er erfiða leiðin. Þetta er allt lokað. Lokar yfir, skiptir yfir meina ég. Kristinn var hérna í ágæti stöðu til að fá hann. Daði kemur líklega með, nei. Hlynur Atli kemur með hann á Kristinn Inga. Já. Hann með boltan fyrir og þar er enginn nema Tómas Leifsson og þarna væri Ívar Björnsson sterkur. Já, klárlega. Og hann hlýtur að hann Hjálmar á dettin hérna fljótlega. Já, ég hugsa nú að Ívar væri maðurinn sem að fremur vantar af því þeir eru að nýta vængina og Ívar er eitraður í bóksinn með sköllum. Ára Kristinn. Henn haldaður áfram en Haukur Páll gerir feikið vel og hann hættir ekkert hér. Stríðsmaður Haukur. Skila sér hér í sína stöðu. Miðvörður þessa stundina, Valsmenn hér. Já, allir að spila sem varnarmenn.
Þetta er eðlilegt. Og Tómas Leifsson, léleg snerting. Já, lélegt touch þarna hjá Tóma. Stefán lendir í vandræðum. Kristján Hauksson hér komin í pressu. Miðvörðurinn. Þá er það Tómas. Með Halldóri mættur. Svo það er engin fram í valsmönnum. Hlynur. Daði. Framarðin. Sjáðu plásið sem Almar er með hérna. Já, hann mitt. Hann geti farið miklu ofar. Býður bara hérna. Og það er einn inn í teiknum með framvörum. Það er bara ekki nóg. Jónas með langa bolta. Mattias er fljótur. Kristján gerir vel. Það var vel stærstur. Já. Það var langt í næsta valsmann. Þarna mátti ekki miklu muna. Nei. Almar og nú kemur hann og hvað ætlar hann að fara langt? Já, Tómas og hér er möguleiki fyrir framara. Orri og Jón Gunnar. Orri setja hann Almar. Almar kemur líklega með boltinn inn á teig. Og þarna dettur Tómas Leifsson í auksjón og það er nú ekkert verið að þessu. Nei, ég veit ekki hvað hann er að væli við þessu. Og framhalda framarar. Mikið mun meira með boltan hér í síðari hálfleik. Jú, þetta er eðlilegt. Jón Gunnar, Almar. Þetta býtur nú við, nei. Þetta þýðir lítið ætlaði að segja. Já, þetta var þetta skot? Nei, ég hugsa nú ekki. Nei. Þannig að ég reyndi að setja hann herra. Almar getur skotið mun betur en þetta. Nú séu það. Kemur nú ekki óvart ef Höddi Sveins myndi fara að detta hérna inn fyrir annarkvort Kristján eða Mattías Guðmundsson. Já, sita nú rólegir hérna. Já, hann kemur nú ekki óvart á svona hvað á hverju. Varamennirnir. Þannig að fríska aðeins upp á þetta. Haukur fylgir vel átti. Þvílíkur kraftur. Já, hann myndi sig eitthvað aðeins hérna. En svolítið skrítið er enginn að hitta hérna á varamennunum. Nei. Kannski báði þjálfarnir bara sáttið við stöðuna. Já. Ég hugsa ekki. Hvernig er efast ég um það? Valsmenn kannski sáttari. Já, örugglega. Og hér eru valsmenn með boltan og það var Halldór. Haukur. Og svo hvort þeir ná einhverju í sókn hérna. Nei. Andri Fannar. Tilbaka líklega. Þetta með framarar. Komið í pressuna. Hér kemur pressan. Valsmenn enn með hann. Andri. Það hangir svolítið á boltanum Andri. Það er kannski ekki margir þarna í kringum hann til að gefa á. Það var Kristján. Jónas. Já. Þetta er lesið. Jónas. Valsmenn hér með smákabla. Jón Vilhelm. Jónas. Kristján. Já. Leitar að, já, Mattiasi. Finnur hann. Andri Fannar. Já. Það komið boltað fyrir. Það er aldrei líklegt. Já, þeir reyna. En þeir voru þó með smá hérna spilkabla. Valsmenn og þá er það Tómas Leifsson. Hvað ætlar hann að gera? Fer inn á völlinn. Og það gengur ekki upp. Stefán Jóhann búinn að vera öflugur hér í leiknum og skynsamur setur hann á Harald. Já, nóg eftir að þessu leik. Hálftími. Valsmenn, jú, aðeins hann á að halda boltanum hér og það er góð sviti fyrir þá. Jónas og reyða þetta. Daði Guðmunds mættir hérna. Jónas og Kristján, Sverriðingarnir líka þarna saman. Andri Fannar.
Framar að sjá við þessu. Já, Framar þurfa aðeins að ná keyra upp hraðan hérna. Jón Gunnar sendur hann áfram, Daði. Kristinn lendir í vandræðum með boltan. Haukur Páll feikir það blöður hérna. Vörninni Tómas. Daði gerir þetta ágætlega, nú vantar hann að stóð finnur Tómas. Jæja, og frábær tækling. Já, vel gert. Halldóri. Það var aldrei aukaspinna. Nei. Mattías. Stefán kemur hér. Fær boltan. Og Kristján gerir þetta vel og já. Valsmenn hér, Jón Vilhelm, en Hlynur. Já, vel geta Hlyn. Já, stöðu þetta. Það er að Valsmenn voru að komast þarna í álitlega stöðu. Daði. Gunnar yfir Almar. Það eru tveir hann inn í tegnum. Almar. Haraldur. Auðvelt fyrir Harald. Ekkert að hafa fyrir þessu. Nei, þetta er afskaplega mikil rólegheit hérna í gangi. Já. Hægt og fyrirsjáanlegt. Já, bara... Þetta... Boltinn fer ekki áfram. Ég skil ekki okkur Framar að keyra ekki upp hraðan. Nei. Þeir hafa allt svæði í heiminum hérna. Og eiga að nýta þetta betur á mínum mati. Bara einfalt. Hér eru þeir félagar Hjálmar og Ívar loksins að fara hitta og lítur að fara að skella þeim inn á. Því fyrir því betra. Allavega öðru þeirra og var á Jón Vilhelm. Koma eitthvað hérna. Daði og Hlynur. Og Framar að byggja sókn í rólegheitum líklega. Almar, og hann hefur nægt pláss hérna. Við vorum að keyra á þetta. Andri Júlíusson, Tómas. Ég veit ekki hvað hann var að gera þarna. Valsmenn hafa hann þá, Kristján. Já, þetta var óflókið hjá honum. Andri vinnur boltan. Já, og nú var hann að senda á Tómas. Hann gerir það ekki. Halldór búinn að vera feikilega öflugur hérna. Og betri mönnum Valsmanna, hann og Stefán. Jóhann. Já, mjög góð tækling hérna í Halldóri. Þetta er Andri náttúrulega að senda hann. Vörnin hjá Val bara búinn að vera traust. Haukur líka búinn að vera feikilega öflugur. Einmitt. Þeir hafa lokað svo gætlega. Þetta er nú lítið. Þetta var ekki neitt. En Gunnar dæmdi brotlegur. Dæmt. Og þá er skipting. Já, það er tvöföld skipting á Völsurum. Það er Hörður Sveinsson. Já. Og Sigurbjörn Hreiðarsson. Mikið rétt og þá er það hverjir? Það er Jón Vilhelm Ákason sem er fyrir út af. Já. Og Mattías Guðmundsson. Já. Það er Hörður að koma hann að Mattías búinn að hlaupa mikið. Og við erum að gera að fá fríska fætur hann fram. Sigurbjörn Hreiðarsson. Spurning hvað hann kemur á völd. Hvað stöðu hann kemur. Já. Jón Vilhelm skokkar af velli. Sigurbjörn Kennedy komið inn á miðjuna eða líklega bara... Jú, hann kemur bara inn á miðjuna. Hann er ekkert að fara að breyta vörninni meira. Nei, hann gerir alltaf til þess. Þéttir hérna bara... Þéttir miði í pakkan og Hörður kemur hérna einn í framlínuna. Já, Mattías búinn að hlaupa feikilega mikið og Jón Vilhelm lendar líka. Já. Það er mikið svæði sem þeir eru búin að þurfa að kofera. Sigurbjörn kominn hérna. Alltaf mikið. Aftast á miðina. Spurning hvort að Hörður geti... Strýtið með eitthvað þarna. Já, hann er fljótur. En hann þarf að vera duglegur. Það var alveg ljóst. Já, hann ætti allavega ekki að vera þreyttur. Nei. Það er honum til góðs hér og rángstað á hann. Já, ég held að þetta hafi verið rétt. Já, og þá er það... Ég treysti Óla Néla félaga mínum fyrir þessu. Jú. Ég ætla ekki þarna... Lítið að gera í honum í síðari hálfleik. Jú. Bara áhorfandi.
Það var það Tómas Leifsson, okkur skiptir hann ekki hérna yfir. Já, okkur kemur Almar ekki ofar á völl. Já. Sjáðu svæði. Hvað ætlar Almar að gera núna? Kemur á þetta. Kristinn Ingi. Tómas. Og þetta er mark. Andri Júlíusson. Frábær markvarsla þarna hjá Haraldi samt sem áður. Frábær markvarsla. Það dugði bara ekki til. Nei. Andri átti að sjá þessu fljótt og kláraði færið. Já. Jæja, það hlaut að koma að því að við fengum mark. Já, þannig að opnaðist þetta. Tómas fekk nóg pláss þarna á kantinum. Komið hann fyrir. Andri með skallan. Haraldi var þetta frábærlega en Andri náði hann aftur og skoraði. Ég ætlaði bara að segja að Framarar hefði getað sagt upp bara. Hefðu þeir ekki skorað á þessu færi. Og þvílík færi sem voru 1-0. 1-0 fyrir Fram. Vonum að þetta lífgjaði þessu upp á leikinn, en Valsmenn voru að gera breytingar og strax kemur mark. Já. Veit ég hvort að það... Já. Andri Júlíusson á 23. mínútu seinni á leiks. Jú. Það gerir... Þannig að fá við smá hraða hérna núna. Smá líf, Kölluðu ekki eftir því? Já, Valsmenn þurfa nú að koma eitthvað framar. Já, það er alveg ljóst. Taka sénsa. Já, en það er erfitt fyrir þá. Einum færri. Það var náttúrulega ekkert sótt hér. Það verið að verja markið, en nú er það farið út gluggan og Framarar halda áfram. Þetta er auðvelt fyrir Harald. Já, Haraldur spila þessu stutt bara Halldór og setur hann á Kristján. Já, réttum 20 mínútur eftir og svolítið fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast á næstu mínútum. Já. Valsmenn, hvernig þeir leysa úr þessu. Það er engast. Þeir taki ekki bara pínu sénsa. Já. Mér finnst Framararnir ekkert vera að koma heldur mikið framar sko. Nei. Með fleiri leikmenn, þannig að gætu alveg tekið smá meiri séns. Framar geta anda léttar. En þeir eru samt bara 1-0 yfir. Það er fljótt að fara. Já, það er alveg rétt. Og Jónas hér með feikilega langt innkast og Kristján lendir í vandræði með þetta. Já, hann gerir samt vel. Já, nú kom hann hérna á um. Það er svo framhaldið gleymi í stundum að Jónas geti kastað svona langt. Já, ég var búinn að gleyma það sjálfur. Það var fyrsti leikurinn sem ég sé hann hér. Og verið ágætur. Já, hann er feikilega duglegur. Nú er ekki sakað hann leti. Það er alveg á hreinu. Já. Það er algjörlega ljóst. En Andri, markaskorari. Það er ekki með nægan tíma. Kristján mætur Almar Hafan. Almar hér. Og eitthvað hér. Engin pressa. Nei. Þannig líkur ekkert á núna. En það er ennþá nóg eftir. Slögsending. Já, mjög slögg. Andri Fannar. Já. Það er vel gert. Stefán Jóhann. Og nú kemur hann hér á siglingu. Og Orri Gunnarsson eldir hann. Það er aðstóð þarna í Almari og... Það var ekkert á þetta. Nei, og Framar ekkert að það komið hér. Andri Júlíusson. Kristinn Ingi var hann í góður hlaupi og Haukur gaf hann eitthvað smá högg þarna. Hljóp utan í hann þarna, en Kristinn liggur eftir. Hann stoppaði hann bara. En Framar að sparka boltanum út af. Haukur lét hann finna fyrir því. Já, hljóp eitthvað utan í hann þarna, en Haukur sáum ekki. Hann er nú ekki þekktur fyrir hann að láta finna fyrir. Nei, en sjá ekki hversu alvarlegt þetta var. Nei, hann stoppaði hann bara. Ég held nú að við gefa honum eitthvað í magan hann. Já, en ekkert meður það að segja svo sem. Nei, áfram með leikinn. Þetta heldur bara áfram með það. Almar. Og þeir spila þetta ótrúlega hægt. Já, Valsmennir heldur ekkert að ná þeim boltanum. Nei, þetta liggur ekkert það. Ekki neitt. Og
Þetta er búið að vera skrítinleikur hér síðar á leik. Mjög skrítin. Kristinn Ingi, þetta á að eiga Framar að gera mikið meira. Nær hann sig, já. Hann er þessu og Davíð Guðmundsson hér með skot. Beinti Jónas Þór. Hvað var þarna? Það er Tór. Andri og mjög einmannulegt til Valsmönnum. Fram á við. Þarna kom eitt hlaup eins og ég er búinn að vera að hamra á hérna allan seinni hálfleikinn að þeir eiga að nýta vængina betur og ofar. Já, Valsmenn eiga ennþá 3 menn á bekknum. Já, Guðmundur Steinn Hafsteinsson á bekknum til dæmis og Þórir Guðjónsson. Og Fíti með Morína. Já. Þeir sitja þarna ennþá og spurning hvort þeir komu þessu Andri Júlíusson, fítbolti. Kristinn Ingi. 2 Framarinn í teiknum, en þetta er alvöru tækling! Hressileg tækling á Halldóri og Kristinn. Og hann er ósáttur með þetta. Það er Haukur Erlingsson, aðstofadómari sem dæmir þetta. Fór hressileg hana og aukaspyrna sem Framar að fá. Þitt mat á þessu? Já. Ég er bara... Það er ekki bara nóg að dæma eitthvað. Jú, það er alveg nóg. Hilding. Halldór lét sig vaða bara í þetta. Já. Og fullum krafti. Kannski... Og eitthvað í boltan hana. Já. Kannski náða manninum líka. Svona í leiðinni. Allavega dæmt á þetta. Andri Júlíusson tekur þessa spyrnu. Og... Valsmenn hreinsa, beint á Daða Guðmunds. Já. Og Daði... með vinstri, fítbolti á Daða, ég verið að fjær og Kristinn Ingi skallar hann bara framjá. Já. Stefán Jóhann var að dekka hann þarna. Alls ekki einn, Kristinn. Valsmenn hafa 15 mínútur. Kannski eitthvað rúmlega til að jafna. En þeir eru alls ekkert líklegir til þess. Ekki eins og, nei, ég ætlaði að fara að segja það. En maður veit ekki, það er bara ein mistök til að koma í mark. Það er alltaf vona með að það er bara 1 mark. Já, Valsmenn þurfa eitthvað að færa sig framar. Já. Það er komin tími á það svona fljótlega allavega. Andri Fannar. Stefán. Andri, nú reynir hann sendinguna. Kristján Hauksson. Hann sé þetta allt áður. Almar. Þetta var athyglisvert þarna, Andri barátta. Það reyndi veggspil þarna við Kristinn Inga. Já, svo 1 metra frá honum. Já, það eru skiptingar í höndi minna á báðum liðum. Já, Ívar Björnsson er á leiðin inn á Fram og Þóri Guðjónsson á Val. Já. Nánar því eftir. Og býtum við. Nei, hann er ástæður. Já, Ívar Björnsson er að koma inn á Fram. Leikmaður nummer 22. Það er Kristinn Ingi Halldórsson sem er að koma út af. Það er Kristinn Ingi sem að fyrir að velli. Já. Við þýst eitthvað þjáður inn á Kristinn Ingi. Ívar Björnsson inn á í hans stað. Já. Ívar búinn að basla við einhver meiðsli sem framan af vetri og er að koma sér í gang aftur. Já. Og styrkur fyrir Framara. Jú. Og hann aftur. Það er klárt. En Valsmenn er að gera 2-faldabreytingu hérna. Já, það er þá Þórir og Guðmundur Steinn Hafsteinsson. Já, ekki veitir af. Kemur ekki óvart. Nei. Og þurfa að nýta hér sína varamenn. Sjálfsagt að gera það. Ég reikna nú með bara Kristján og Andri fann að fara út af. Báðir. Já. Og Valsmenn fá ferska lappir inn á miðuna. Já, kemur allt saman í ljós hér. Skammastund, hér að Framarar áfram. Í rólegheitum, Daði. Já, þetta er flott. Hugmyndin allavega. Nú koma Valsmenn, Kristján. Já, vel gert. Góð tækling. Ábært tækling. Já. Virkilega vel unnið þarna hjá Andra. Sigurbjörn hirða sér boltan. Já. Jónas. Andri Fannar. Mér sýnist nú Andri Fannar vera frekar þreyttur. Já, hér er Stefán og
Hann hefur enga möguleika nema að senda hann á Sigurbjörn. Hann reynir þá líklega að skipta þessu aftur yfir, já. Og þarna Já, vel gert til þeim. Kristján. Pláss fyrir Kristján. Og Kristján tilbaka. Já, þarna hefði nú getað reynt að leita inn í box. Já. Þeir eru komnir aðeins framar. Já, að gera það. Hér er Halldór. Yfir á Jónas. Fannar. Ég veit að Stefán fá ekki bolta núna. Jú. Sigurbjörn. Setur hann að hörð og Andri Fannar. Og Kristján Hauksson. Þetta var ágæti sókn hjá var og þurfti að reyna að gera meira af þessu. Fá fram hann á sína eigin vallarhelmingu. Þar eru þeirra möguleikar. Já. Tólf mínútur enn eftir. Almar með svæði hérna. Setur hann fyrir og Haukur. Já, það var Andri en Jón Gunnar. Já, Daði Guðmundsson er þessum. Já. Það er klart. Og þeir bíða hér á til að komast inn á Þórir og Guðmundur. Boltinn ekkert mikið úr leikirna. Nei. Guðmundur fær að vera með hérna. Hann er svíper í dag. Gaman fyrir hann hérna að fá að senda á Almar. Með í uppspilinu. Það er díleirinn hann aftast. Já. Þetta er ansi rólegt hérna og þessi leikur þróast svona. Já, það var allavega ekki að spá þessu fyrir leik. Undarleg þróun hérna. Þríleikmenn með rautt spjald og tekur sinn tól. Seinni hálfleikur fyrir svona. Alveg á hreinu. Leikurinn byrjaði nefnilega helviti vel sko. Hart í stál í stál. Já, það var allt. Það var alltaf að vera vitlaust í fyrra. Tempóið verið svolítið hægt hér. Framarar sem að náða að skora og hef lífið vel með það. Hér missaði þó boltan. Geta Valsmenn gert eitthvað? Nei, þetta er á langt. Þetta var erfitt, þetta verður að koma meira til hliðana ef þetta á að vera. Erfitt að senda eitthvað svona beint í gegn. Almar. Andri. Tómas. Þetta er engin ástæða. Nei. Ekki með þessi og langur líka. Þeir komast ekkert inn á hérna. Guðmundur og Þórir. Nei. Ekki eitthvað fram í næsta leik kannski. Þeir standa bara hérna og klóra sér hausnum á leðlínu. Já. Sigurbjörn. Og Hörður. Boltifenn hér út af eitthvað. Jú, það komast þeir inn á. Æja, það er skipting bara. Já, 2. Og þá er það nýtt tækifæri og splæst í tvöfaldar. Fyrst boltinn fór úr leik. Það er að sjá hverju fara út af. Það er Andri Fannar Stefánsson. Já, og Kristján. Eins og spáðir. Já. Það var eiginlega svona gefið. Já. Það var ekki mikið annað í stöðinni. Ekki fyrir hann að taka úr varnarlínu. Það er þá Þóri Guðjónsson og Guðmundur Steinn Hafsteinsson sem kom inn á. Já, Guðmundur Steinn nr. 17 og Þórir nr. 27. Eins og eflaust allir vita. Ekki alveg allir. Nei, þú getur að taka það frá. Veit það núna og Valsmenn getur þá haldið áfram. Já. Kemur hér en langt innkast. Jónas Næs. Já. Það er ekkert að þessu. Og Ívar Björnsson. Halldór Kristinn. Síðan á Ívar, hann er ekki sínu allra besta formi. Nei. Með mínútum kemst við í það kannski. Já, og Jónas með fína tæklingu þarna. Sigurbjörn. Fínt bolti og Þórir. Þórir verður að koma með hann út núna. Nei, vel gert af Þóri. Hann er bara komin í gegn. Þórir. Við aukaspyrna var haldið í hann þarna. Hvar er aukaspyrna? Já, þarna. Ég finnst þetta mjög athyglisvert að dæma aukaspyrna þarna. Svolítið langt síðan. Fékk að halda áfram en... Já, en það er spurning hvort Valsmenn nýta sig ekki bara þetta. Komið með boltan inn í teigu og... Haukur, hann fyrir nú örglinn í Sigurbjörn alltaf að taka þetta. Haukur og Halldór Kristinn trýtlinn í. Þetta er þeirra möguleiki.
Já, Þórir kom með smá líf hérna. Fljótur að steinfla sig inn. Sigurbjörn. Með bolta. Það er Ögmundur verið glæsilega þarna. Guðmundur Steinn Hafsteinsson varamennir hér heldur betur að steinfla sig inn. Frábær markaslag. Þórir hérna krækti aukaspyrnuna og Guðmundur með góðan skalla en virkilega vel varið hjá Ögmundi. Frábær markaslag. Varamennir að koma með lífi í þetta fyrir Val. Já. Og það er nauðsynlegt. Það þurfa því að halda ekki. Sigurbjörn farin að færa brúsastanda þarna. Þá getur hann tekið þetta og Guðmundur aftur en missir að þessu, hann brýtur af sér hérna. Já, ég held þetta hafi verið hárrétt. Já, og ítti þarna bakið á 2. júlí þessum ekki. Ögmundur búinn að verja vel í þessum leik. Já, þarna hélt hann sínum mönnum á floti, má segja það núna. Já. Kannski ekki alveg á floti. Eitt færi. Nei. En vel varið, hann var á tánum. Hann klári þetta og hér er hann með spyrnuna. Og hér er svæði fyrir Andra Júlíusson. 3 Tómas Leifsson með honum. Hann hlýtur að senda á hann. Tómas hlýtur að fá hann. En sendingin er bara slug. Já. Hann senda hann fram fyrir manni. Það verður eitthvað lítið úr þessu. En Framar þá hér áfram. Þessu kemur líklega hér á Almar, já. Og Almar sem ekki marga möguleika nema að fara hann yfir. Já. Framarnir skynsamir í seinni hálfleik. Nei, þeim leikur ekkert á. En það er spurning hvort að þeir þyrfti ekki að fara að klára leikinn með öðru marki. Því Valsmenn er alltaf möguleika að þau fá aukaspyrnu og hornspyrnu og jafna. Það er svolítið súrt að missa þetta niður, svoleiðis. Fyrir Framara. Hlynur. Ögmundur. Þessi er í áttina af Ívari Björnsinni og... Já, hann er aðleitt þarna. Já, það tekur hann niður en missir hann. Halldór Kristinn. Daði. Andri Júlíusson. Já, gerir þetta vel. Já, vel gert til Andra. Þetta hlýtur þá að vera spjald. Já. Það er hvað, nei. Bara hætt. Það hefur verið spjaldað fyrir minna hér í dag. Það er ljóst. Hættur að spjalda. Það er gott hjá honum. Já, ég hefði ekkert nöðsir þetta að fá spjald þarna. Já, en hefur nú hæglega að geta spjaldað. Já. Það var að komast þarna virkilega góða stuðu. Það var náttúrulega bara gult spjald. Já. Það var ekkert annað. Og það var það Andri og harda hendi á Sigurbjörn. Já, ég held það. Andri er alveg trilltur. Sigurbjörn var ansi hátt með hendina hann. Já, en Sigur Hjörtur hins vegar lætur sér fátum finnast. Já. Og Ívar. Það er vist hann sem ræður. Já, Almar. Og fer á Þóri hérna. Og hjálpa vörnin og þessi sending er aftur fyrir. Já, hann var 1 gegn 2 manna. Já, og Valsmenn. Og Andri enn að kvarta hér yfir þessu áðan. Þýðir lítið. Já, þýðir lítið. Hann er ekkert að fara að breyta þessu núna. Nei. Hann lítur nú að vita það maðurinn. Jú. Og það kemur smá líf með þessu. Já, það er ekki nema tæplega svona 4 mínútur. Andri enn að leiktíma. Já, hann til bara að hætta því. Já. Þessi er út af Jónas. Haraldur. Almar. Framarnir skynsamir. Tími vinnur með þeim. Algjörlega. Daði. Ívar sterkur í þessu stöðu, gerir vel. Og er á lengi hérna og góð tækling. Góð tækling. Já, og Ívar. Hér er alltaf sjóðarpur. Ívar Björnsson. Gjössalega gengur á köflunum hérna. Og Halldór Kristinn sömulegis. Og fyrst að ragða. Það gerir Sigurhjörtur núna. Fyrst að ragða báða út af áðan þá hljóta menn að fjúka hér af velli. Þetta verður athyglisvert. Ívar Björnsson algjörlega stjórnlaus hérna. Og Halldór Kristinn var nú í miklu vatgangi líka.
Þeir felldu næstu Sigurhjörn sem ætlaði að taka sprett. Sigurhjörn var að vera að stöðva þarna og ekki öðvitsveri hlutverki hér að dæma þennan leik. Ólinjalli komin þarna út af miðjum völlinu. Þetta er fróðlegt að sjá niðurstöðu. Fáum við fleiri rauðspjöld. Sigurhjartar hér. Ég hugsa að það er nú bara gaman. Já, það hlýtur að vera fyrst hann var að reka minn út af hér áðan. Fyrir minna, það er á hreinu. Hér eru varamannabekkir beggja liða sem standa með fram liðalínunni hérna. Þetta er gaman að sjá. Það er alltaf verið að brjála þetta í góðanum. Og hann fer í rassvasan, það er rautt! Halldór Kristinn Ólaug Björnsson, 5. rauða Ég held að það sé... Þetta er 5. rauða spjaldi hérna. Þetta er sögulegur leikur. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Halldór Kristinn er farin út af fyrir Val og Ívar Björnsson nýkominn inn á. Já, ég held að annar varamaðurinn hérna. Það sé lítil spurning þetta. Svona geta menn ekki hefða sér. Góðan daginn, það er verið 9 á móti 8 hérna. Já. Þetta er ótrúlegt. Þetta er alveg ótrúlegt og Haukur Erlingsson hefur eitthvað að segja. Það er eitthvað hér meira í gangi eða hvað? Kannski Nóa segði hérna. Haukur að vippa einum út af við viðbót. Býtu nú við. Og þá er það Freyr Alexandersson er rekinn upp í stúku. Var 7. rauðaspjaldið hérna. 6 rauðspjöld og Freyr lætur ekki segjast. Og það 4. á Val. 4 rauðspjöld á Val. 2 á Fram. Já. Freyr hér allt annað en ánæður og Kristján Guðmundsson heldur áfram. Spurning hvort að leikur geti hér aldrei áfram. Þetta er ansi fróðlegur leikur hér. Þetta er ótrúlegt. Og Nóa segði hérna hvað spjöld varðar og spurning hvernig stemmingi verður hér eftir leik. Það voru Valsmenn 8 gegn 9 framvörum. Nú Gunnar. Og hann er að dæma hér. Aukaspyrnu. Þetta er ótrúlegt. Já. Ég segi ekki meira. Ekki nokkur maður geta spáð fyrir þetta. 5 rauðspjöld. Af hverju er leikur ekki? Af hverju ekki meira eftir? Og úrslitin hér. Það hefur úrslitið geta ráðist kannski á að annar liði fengi 5. spjaldið bara. Já, það eru komin 6 rauð hérna við teljum. Já, þjálfarspjaldið með. Já, Freyr Alexandersson, aðstofþjálfari Vals hér. Sendur upp í stúku. Eftir þessi læti. En annað slagsmálarspjaldið á bæði lið. Já, það eru 4 hérna. Svo eru reknir út af samtímis. En aftur á leiknum. Og Valsmenn hér 8. Fámennt hér, þetta er að vera svo 7 mannabolti. Já, spurningu þetta er ekki að færi þetta bara yfir á. Teka litlumörkin inn á og minka völlin eitthvað. En tíminn er nú svo sem að renna hér út fljótlega. Já, hann hlýtur nú samt að bæta ykkur við. Já, hann hlýtur að vera. Þetta er búið að vera ansið rólegt samt. Þannig mikið af skiptingum og eitthvað hans spjöld. Mikil hasar hérna. 5 rauðspjöld og menn eru byrjað að hrista hausinn bara hérna. Já, nóg að tala um hér. Nú aðtökum að tala um hér í þessum leik. En aðeins 1 mark og það skoraði Andri Júlíusson á 68. mínútu. Já. Og það er það sem skilur liðin hér að. Jó. Það er víst að eina sem telur. Það verður að öllum líkindum eina mark leiksins en sjáum það til hér. Stefán, Sigurbjörn. Haukur eru að koma sér fram. Já, nú verða bara Valsmenn að koma fram. Já, Guðmundur. Slög sending, þetta var svakalegur staður til að missa. Andri, hvað hann var að gera þarna. Hörður Sveinsson komið þannig tilbaka til að vinna bolta. Andri kærulaus. Og spil tilbaka á Þóri og Haukur. Sigurbjörn. Sigurbjörn. Almar. Vinnuboltan Þórir, en slög móttaka hjá Þórir. Framar getur gert eitthvað hérna. Jón Guðni nær þessu Almar. Haukur finna fyrir sig. Nei, Haukur flaggar en Sigurhjörtur ætlar ekki að dæma þetta. Og er það ekki minka lætin við þetta.
Haukur heldur varðan út af bítinu við. Hann tekur boltan. Hann var ekki farin út af. Nei. Einhver hérna á bekknum hjá framvörum sem tók boltan áður að fór út af. Haukur Páll. Sigurbjörn og Þorvaldur. Sigurbjörn Hreiðars og Þorvaldur. Lappa á milli. Þetta alltaf verða vitlaust. Það að sjóða hérna. Gjörsamlega. Þetta ótrúlegt. Haukur Herlingsson flaggaði á þetta atvik. Sigurhjörtur virtist hafa séð það og ætlaði ekkert að taka mark á því. Og sýndist Haukur ná þarna knettinum. Já, mér sýndist það líka. En Haukur Erlingsson hélt upp í flagginu. Já, Sigurhjörtur hunsaði það. Ætlar hann ekki að fylgja þið eftir? Næ, þetta fróðlegt að sjá. Og Sigurbjörn og Þorvaldur hér í ansi harkalegum samræðum hérna og það nóga myndefni hérna fyrir ljósmyndarana. Og það verður til upptaka af þessum leik og þetta verður svona klassíska leiki. Getum við ekki bætt bara hálftíma við? Og það verður að sína þennan leik aftur einhvern tíma. Það er bara þannig. Það er nóg að tala um hér. Og það verður að huga hér að Almari Ormansinni sem að lendi hérna í Hauk Pál og býtur nú við. Sigurhjörtur að gera sig, það var að fara í rassvasan. Það var að vera ansið duglegur þar. Já, hann er að fara að tala við Þorvald Örlygsson eitthvað. Þorvaldur hefur eitthvað að mynda að segja. Sigur, býtur nú við. Já, ég held að þetta sé hárrétt. Það er einhver sá sem að tók boltan hérna. Já, hann sparkaði boltanum áður en boltinn var farin út af. Það er nefnilega málið, hann sparkaði boltanum áður en boltinn fór út af. Ég veit ekki hver þessi ágæti maður er. Er þetta ekki aðstoðarþjálfarinn hjá Þorvaldi? Jú. Ég veit ekki hvað hann heitir. Nei, erum ekki með það en... Nei, en hann er rekinn út af. Hann er upp í stúku. Það sé alveg rétt því að hann hafði enga heimild til að taka knöttir hann áður en hann fór út af. Það þýðir 7. rauða spjaldið. 7 rauð spjöld. Báðir aðstoðarþjálfarnir farnir út af og 5 leikmenn. Já. Við erum kannski að fá það. Það skiptir ekki öllu hver þessi ákveðni maður er. Náttúrulega framari. Þetta er aðeins sagan hér. Ég segi bætum bara hálftíma við og spilum lengur. Það er alltaf að sjóða hérna upp úr. Þetta er fyrst að fara að vera gaman núna. Og spurning hvað er mikið eftir af þessum leik. Haukur Páll Sigurðsson. Það 1-1 Sigurhjörtur. Já, Guðmundur Steinn. Og Þórir Guðmundsson, fáðu í öfnunarmark hérna. Það er því dramatískt. Þetta er út af og hver er þetta? Framarar? Framarar eiga það. Já. Það standa allir hér í kofanum. Já, leikmenn Leiknis og Fjölnis hérna. Spenntir að fylgjast með, þeir eru að fara að spila hér. Já, fyrir fótbolta fyrsta einstaklinga. Þá er sá leikur að byrja á að gera að renna upp í höll ef menn hafa áhuga því. En Sigurhjörtur flautar til leiksloka. Framarar vinna hér í ótrúlegum leik. Og hvernig... Þetta er ótrúlegur leikur. Já, það er mjög erfitt að lýsa því sem hér gerist. 7 rauðspjöld. 5 rauðspjöld á leikmenn, 2 á starfsmenn hér fyrir utan. Starfsliðið. Báðir aðstoðarþjálfarnir reknir út af. Já, og hér þakka menn þó fyrir leikin og það er spurning hvernig þetta endar allt saman og vonum nú að menn haldi ró sinni hér. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Það verður ekki meiri læti hérna. Nei, menn skilja sáttir. Takast á. Þorvaldur hér. Býður nú rólegur og... Já. Hann vann leikinn og... Já, þeir fá 3 stigin og það er það sem hann ætti að vera sáttur með það. Við mögum ekki gleyma hér 1-0 fyrir Frammeru leiktir leiksins. Það er Andri Júlíusson með einamarkið á 68. mínútu. Já, það 1 telur og Sigurbjörn og Þorvaldur er að spjalla saman. Já. Við viljum minna á leikinn á morgun. Keflavík KR sem við erum með í beinni hér. Klukkan 4. Ekki missa af því. Sjálfsögðu í beinni hér á Sport TV. Já, og hér eru aðalmennir í kvöld. Dómararnir að labba út af. Það verður nóg að tala hjá þeim. Inn í klefa. Þetta er ótrúleikur og... Já, og við bara þakka fyrir okkur í kvöld. Aldrei. Við þakka fyrir okkur, Valur Ingi og Kristján Gylfi. Já, það var nóg að segja þið hér og segjum þetta gott í bili. Yes. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta.
Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ískápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélum kynir Unknown. I was in a coma. Martin Harris doesn't exist. It's not safe for you. Why didn't you run? Liam Neeson